Góðan daginn, við erum Ólöf Ragna og Unnar Geirdal. Við erum mastersnemar í meginlegri sálfræði við Háskóla Íslands. Í sumar gafst okkur tækifæri á að vinna verkefni með Menntamálastofnun sem var styrkt einnig af Nýsköpunarsjóð námsmanna. Verkefnið er byggt á undirbúningsvinnu starfsmanna Menntamálastofnunar þar sem að þau höfðu fundið orðin í stafsetningarpróf sem tryggja áherslu námsefnis og kennslu í hverjum bekk fyrir sig. Við gerð prófsins var gert ráð fyrir því að hægt var að þróa einkunnakvarða sem gefa kost á að fylgja framvindu nemenda í stafsetningu eftir frá ári til árs. En þessi kvarði er einnig kallaður lóðréttur einkunnakvarði eða vertical scale. Byggt var inn í prófi orðablokkir þar sem að 5-6 orð aðliggjandi bekkja eru þau sömu og út frá þessum orðablokkum er hægt að byggja þessa einkunnakvarða. Fjöldi orða í hverju prófi eru 30 þannig að 20 orð í hverjum bekk eru sérhæfð þeim bekk. Prófið var lagt tvisvar sinnum fyrir haustið árið 2017 og vorið 2018 og var það tekið af nemendum í 3.–10. bekk. Fyrri fyrirlögnin samanstóð af 73 grunnskóla og 2623 nemendum. Síðan var það lagt aftur fyrir vorið þar sem að 76 grunnskólar tóku þátt og 3906 nemendur. Þátttakendur tóku prófið rafrænt þar sem var ýmist tekið á spjaldborð eða fartölu. Einnig var hluti af gögnunum málsgreinar sem að orðin koma fram í og þau málfræði eða villutegandi sem er verið að kanna í hverju orði. Hér á eftir ætlum við að fara yfir 30 algengustu villunar í réttritun. Á yngri stigum ætlum við að skoða villur í 3. og 4. bekk og í unglingastigi verður skoða villur í 8. og 9. bekk. Við úrvinnslu gagnanna kom í ljós að töluvert var að börnin væri að fá villu fyrir atriði þar sem að þau skrifuðu a, e til dæmis í staðinn fyrir æ. Notkun á erlendu stöfum var einnig og vandræði við að setja kommur yfir stafi sem getur mögulega verið rakið til vandræða ótengdu færni í stafsetningu. Þegar 3. bekkur var skoðaður sást í báðum fyrirlögnunum að algengast var að börnin voru að gera villur á stórum staf í upphafi setningar og í sérnöfnum. Orðin skólinn, Ísland, Magnús og Ásgeir eru þess eðlis að nemendur að skrifa orðin vitlaust á fleiri en einn hátt. Til dæmis að mynda í orðinu Magnús sést að oftast er villan þannig að stór stafur vantar í upphaf orðsins en í seinni fyrirlögninni virðist vera að börnin hafa átt í vandræðum með að setja ú á réttan stað. Hvort það hafi verið vandræði við fyrirlögn er ekki víst. Orðið Ásgeir hins vegar virðist benda til þess að börn séu gjörn á að skrifa Ásgeir með kái í staðinn fyrir g, sem auka villa ofan á það að vera að athuga hvort sé skrifað með stóran staf. Í 4. bekk var spurt tvisvar sinnum orðið sveitinni, þar sem að orðið kom fyrir í 2 mismunandi málsgreinum. Til einföldunar hefur seinna orðið verið kóðað sem sveitinni 2. Það sést sem áður að í hvort skiptið er hlutfall villunar svipað og gerð eins og sama. Orðið steinun kemur fram í 3 mismunandi gerðum villa. Í hvorri fyrirlögn, þar sem að nemendur eru ekki að skrifa stóran staf í upphafi setningar og eru að gera villuna n og nn reglunni í endorðsins. Í 8. bekk er enn verið að finna villur á fjölda orða þar sem að mismunandi villur eru að birtast í orðunum. Orð eins og útivistarreglur og Austfirði eru með 3 villur í seinni fyrirlögninni, þó aðeins 2 er að ræða í Austfirði þeirri fyrri. Áhugavert er að sjá hve margir skrifuðu flagsaðist með x í stað fyrir ks. En það veltur upp hugmyndir það hvort börn í 8. bekk séu vön að sjá orðið flagsaðist í umhverfi sínu. En það eykur þyngd þess án þess endilega að greina á milli betur þeirra sem eru góðir í réttritun. Í 9. bekk kemur einnig orðið útivistarreglu svipað út og í þeim 8. Flagsaðist með x er ennþá í gífurlega algeng villa. Í flestum bekkum er að sjá sömu orð eru með algengustu villunum í hvorri fyrirlögn. Eins og hefur komið fram þá er þessi sameiginlegu orð milli bekkja og hér sjáum við meðaltal bekkjana hvernig þeir eru að svara þessum orðablokkum. Í báðum fyrirlögnum er nokkuð augljós munur á milli yngra og eldra árs í meðaltalinu en svo fer sá munur frekar dvínandi. Í tilfellum eins og í orðablokkunum í 7. og 8. bekk þá 7. bekkur að skrifa oftar orðin rétt að meðaltali heldur en 8. bekkur. Annars er í eldri bekkjunum að koma nokkuð lítill munur á því hvort þau skrifa orðin rétt eða ekki. Það sést að það er aðeins meiri munur
í yngri bekkjunum á súlunum. Þegar kvörðun með svarferðilíkan er skoðað sést að hægt er að nýta sameiginlega orðin til að færa færni og sameiginlegan kvarða. Kvörðu færni sýnir að prófa er auðveldara fyrir eldri árganga en þá yngri. Þó væri hentugra ef fleiri orð væru sameiginlega á milli bekkja. Það er að segja fjöldi orða í orðablokkunum væri meiri. Þá er þetta kvarða frá 3. bekk og mögulega upp í 7. eða 7. bekk. Meiri einsleitni er þó að sjá í eldri bekkjunum svo sameiginlegt próf fyrir 8. upp í 10. bekk væri eflaust hentugra. Þegar við fórum að skoða gögnin þá sáum við að töluvert af villum hjá yngri bekkjum voru að koma út af vankunnátt á tölvum eða við notkun lyklaborða. En í aðalnámskrá grunnskóla segir að færni á tölvur ætti að vera komin í lok 4. bekkjar. Þá er spurning hvort það sé vafasamt að leggja prófi fyrir 3. og 4. bekk, en með því að hafa prófið á rafrænu formi þyrfti börn að læra fyrr á tölvu heldur en aðalnámskrá segir til um. Nauðsynlegt er að forritið sem notað er í fyrirlögninni séu kóðað á þann hátt að einungis sé hægt að nota íslenskt lyklaborð til að draga úr villum ótengdum færni í réttindum. Þegar meðaltölu atriðablokkan eru skoðuð er hægt að sjá ákveðin vöxt í færni á yngra stigi grunnskóla en á eldra stigi er það ekki að birtast og gæti verið að færni í réttrindum er ekki það breytileg í eldri bekkjunum. Út frá því var hægt að gera sértækt próf fyrir hvern bekk á yngra stigi en hafa þá orðablokkir eins og í þessari fyrirlögn og skora prófið á sameiginlegum kvarða. Á eldra stigi væri nægjanlegt að hafa sameiginlegt próf með misþungum atriðum og setja á sameiginlegan kvarða. Fjölga þyrfti einnig atriðum í orðablokkunum svo hægt var að ná samfellu í sem flestum bekkjum. Já, takk fyrir okkur.